Þetta skipsklukkan úr breska olíuskipinu Klam sem strandaði skammt frá Valahnjúk á Reykjanesi þann 28. febrúar árið 1950. Meiri hluti áhafnarinnar fórst þarna undir klettunum en félagar úr björgunarsveitinni Þorbirni hér í Grindavík náðu að bjarga 19 manns við mjög erfiðar aðstæður. Þegar við komum út þar sem að kallað Mölvík, þá kom þar svona kanatrukkur sem við kallaðum og við náðum að hanga aftan í honum þar sem að eftir var út undir strandstæðin. Maður komið þarna í eiginlega hálfa leið en engu að síður vissi ég af pappa, hann var þarna staddur. Að hann var staddur sem sagt á strandstaðnum. Við vorum búin að sjá strandstaðinn þó við fengjum ekki að fara sem betur fer. Þarna voru hryllilegir atburðir að gerast og Sigurður og þeir voru að leita að látnum mönnum þarna í fjörunni sem að var í rauninni ekkert nema olíudrulla, svartolía, sem að þeir dælduðist í sjóinn til þess að reyna að kyrra öldurnar en gerðu svo allt mikið erfiðara fyrir þá sem að fóru í bátana og ef að enginn hefði farið í bátana þá hefði öllum líkindum allir bjargast. Þessar myndir sem eru merkileg heimild þetta hörmulega sjóslys hafa legið áratugum saman, ekki kannski týndar en að mestu gleymdar. Tilkynningin berst til Slysavarnafélagsins í Reykjavík snemma morguninn og það haft samband þá við vitavörðinn og Slysavarnafélagið í sambandi við hann og faðir minn Henry Hálfdánsson, hann var þá skrifstofu- og framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins, hann leggur mjög fljótlega af stað á Reykjanes og kominn þangað klukkan 11 morguninn en björgun hafði lokið líka til milli 8 og 9. Hann tók nokkuð mikið af myndum við ýmis tækifæri sem hafa varðveist svona. Það var nýbúið að setja þarna upp olíustöð í Laugarnesi í Reykjavík og þar átti að vera hægt að losa úr stórum skipum sem að Klam var náttúrulega því þetta var 10.000 tonna skip en þá gerði vont veður og það ragna hælinn upp í Laugarnestangana og þar eyðilagðist stýrið og hællinn á skipinu sem að stýrið festist niður í þannig að það var eiginlega ósjálfbjarga. Þannig að það þurfti að fá dráttarbát og hann var náttúrulega ekki hér til staðar en dráttarbáturinn Englismann var sendur hingað og þegar búið var að losa það sem eftir var í skipinu af olíu að þá lagði þessi dráttarbátur af stað með olíuskipið. Ég held að hafi verið einhvern tímann nóttina eða upp á lágnætti sem að þeir voru komnir í húllið sem að kallað hérna í Reykjanesröstinni. Þá var farið að hvessa líklega á suðvestan eða sunnan nema þeir voru komnir þarna í hauga sjó í röstinni þannig að eftir smá stund að þá slitnuðu togvírarnir því að þetta var mjög krappur sjór og reyndi mikið á og þannig að skipið fór að reka en þeir reyndu eins og þeir gátu að koma nýrri línu borð en það bara gekk ekki. Síðan varpaði hann út ankeri og eftir að hann hafði dregið þar smá stund að þá fékk ankeri festu og þannig að þeir héldu að nú væri þeim borgið og það væri hægt að koma taug borð og þau geti haldið áfram en því miður þá var það ekki og þarna var hörmulegt slys. Hér í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík eru 2 minnisvarðar sjómennina sem fórust af MS Klam og hér eru þeir grafnir, þar að segja þeir sem fundust. Undirmennirnir hvíla hér en yfirmennirnir 5 eru í grafreitnum hér fyrir ofan. Björgunarsveitin, hún var komin eiginlega á strandstaðinn en vegna, ég má segja aðstæðin og annað, þá þurfti að flytja
björgunartækin úr björgunarbílnum í annan bíl til að komast niður á strandstaðinn. Árni Magnússon í Tungu, skyttasveitarinnar, hann skaut línu nema að hún fór yfir loftnetin, en þeir gerðu sig ekkert líklega til þess að reyna að ná þessari línu. Síðan skaut hann annari og hún fór á svipaðan stað og síðan skaut hann þeirri þriðju og þá skaut hann fyrir neðan loftnetin þannig að þeir náðu þeirri línu og það var gengið frá tækjunum. Og það var sagt að áhöfnin hafði fylgst grannt með því hvernig þessum fyrsta myndi vegna og sem að honum vegnaði vel og þeir björguðust þarna allir 19 sem að voru borð í skipinu. Þeir eru allir með önduna í hálsinum við að sjá hvernig fyrsta manninu reiðir af. Og þegar að þeir sjá það að allt gengur vel, þangað til að allir eru komnir frá borði. Síðasti maðurinn var skipstjóri og þegar hann kemur í land þá bara sagt að hann sé það aðfram kominn. En samt hann það, þakklæti það að mikið að hann tekur, sem sagt í þakkarskyni, þá tekur hann upp 2 kartón og sígarettum og færir björgunarmönnum.